Sælt fyrir fólkið og velkomin með mér í Glettur. Já, nú ríður aldeilis á að vera rólegur. Ég kominn á sjó. Kominn borð í Hoffellið og við erum á leið á miðin, ætlum að sækja makríl. Nú, Austfjarða þokan svona aðeins að stríða okkur núna. Ég sé ekki mikið en ég veit þó að við erum á siglingu út Fáskrúðsfjörðinn og stefnan tekin beint á miðin. Þetta verður ekkert mjög löng sigling. Mér skilst að, já, kannski 4-5 tíma. Nú þá ætti að fara að finnast einhver makríl. Sjómannslíf, draumurinn stjarfa manns, blikandi báru fanns, bíður í trilltan dans. Sjómannslíf, ástir og ævintýr, fögnuð í faðmi býr, brimhljóð að vera knýr. Ship ohoi, ferðbúið liggur fley. Ship ohoi, boðanna býð ég ei. Við stekkurnar segi ég ástarljúf orð, 1, 2, 3 kossar svo stekk ég borð. Ship ohoi, mig segir hinn svala dröm. Ship ohoi, og svo nýja í næstu höfn. Hérna fyrir andartaki síðan bullaði hér sjór upp úr öllum lestaropum. Já, einhver hefur kannski dottið í hug, já, ætlaði að sé að sökkva. Hvað eruð þið að gera? Við erum bara að taka sjóinn borð og kæla fyrir fiskinn. Þetta er engin rosa vísindir, sko. Þetta er bara að kæla sjóinn og kæla fiskinn. Kælum að niður fyrir 1,5 gráði mínus. Nú bara stefna á miðin og já, hvað ætlum við að taka mikið? Það þarf að spyrja kallinn í brúnni að því. Ég bara að sjá hann kjallarann. Nú eins og við sjáum hérna í brúnni þá það væri þess vegna hægt að halda hérna dansleik. Ég ætla að vita hvort ég finn ekki kallinn einhvers staðar. Hérna vitt til veggja og ekki alveg gefið að maður hitti skipstjórann en og þó. Jæja, hvað siglum við hratt núna? Nú erum við á 13,5 mílu. Og það svona, hvað maður að segja, góður hraði miðað við hagkvæmni? Já, það er svona olíuhraðinn. Og hvert stefnum við? Við ætlum að byrja að leita sunnan við Hvalbak. Það er eitthvað rólegt hjá þeim hérna austur frá, við vorum austur við Litladýpi. Og byrja að fara hérna í skilinn sunnan við Hvalbak, hitaskilinn og austur eftir með þeim. Þú ert á nýju skipi, tókum á móti því daginn. Hvernig reynist það við veiðar? Bara rosalega vel. Það hefur ekkert komið upp á sem að menn mig alveg búast við þegar menn að byrja með nýtt skipi. Fer þetta betur með ykkur en það gamla? Þetta er bara allt annað líf. Þetta hreyfist ekki með það gamla. Það er nokkru metrum breiðar, er það breiddin sem skiptir máli? Breiddin skiptir mestu máli. Það munar alveg rúmum 3 metrum. Út á sæinn, öll mín stefnir frá. Skipstjóri er ég á skútunni minni sem skríður höfin blá. Oft er vandi að verjast grandi ef við sjá reynist dröfn. Þá fæ ég mér snappa karlarnir kvappa og keyri sem fljótast í höfn. Þar fæst hann svo glens og gaman, gleðin hýr úr augum skín. Við duflum og dansum þar saman, við dýrindis meyjar og vín. Svo held ég aftur á hafið, í hættunni til alls. Við rattið þá í rokinu stend ég, og raula minn skipstjóra vals. Jæja, þá komið að því. Við erum komin á miðin. Hérna er dauður sjór og nánast blanka logn, bara sumarblíða. Nú við sigldum fram hjá Hvalbak áðan, lítil klettaeyja. Þarna er vitið en við sáum nú ekki ljós á honum. Nú við erum búin að sigla það bil 20 mílur í austur beint frá Hvalbak og nú segir skipperinn að hér sé fiskur undir. Spurning hvort það er kolminn eða hugsanlega eitthvað annað. En ég hef nú trú á því að viti hvað hann syngur að bergur og nú er hann búinn að kalla strákan út
allir komnir á dekk, það verður að gera pokann kláran. Þetta flottroll, það bil 800 metra langt, tekur smá stund að koma þessi sjóinn. Þú, þegar að makríllinn er veiddur, þetta veitt í flotvörpu, það ekki? Jú, yfirleitt alltaf dregið bara í yfirborðið. Aðeins verið að fara niður núna, svona út eða síðasta, alltaf þetta aðeins neðar en svona í 90% tilvika þetta veitt bara í yfirborðið. Og þú getur haft alveg stjórn á því, hversu djúpt varpan fer? Það bara setur bara út meiri vír og fer það niður. Nú, hérna kemur svokallaður flugdreki sem að sér að halda opinu uppi, halda því opnu þeim megin og þarna líka lítil myndavél. Og í gegnum þessa myndavél getur skipperinn fylgst með því hvað kemur í pokann, lítil kapall sem að tengir myndavélina við skipin. Það er ekki að spyrja tækninum nú til dags. Hvað er svona óskastærðin í hverju hali? Það er voðalega notalegt bara og heldur fyrir vinnsluna líka, svo að það sé ekki bara ferskleikana, þetta sé svona 150 tonn. Ekkert mikið meira, þá er stóra hólinn, þá er bara pressan bara orðin of mikil í pokanum, já. Það er svona... Það er svona boðskapurinn númer 1, 2 og 3 núna að koma með fiskinn sem ferskastan í land. Já, 1, 2, 3 og 4 sko. Það er semst togtíminn, magniði, hali og kælingin. Nú, síðan koma hleratir og þeir sjáum að halda opnu til hliðana og nú er bara að toga og toga og sjá hvað kemur í pokann. Það verður spennandi að sjá. Stóð aldrei neitt annað til en að verða sjómaður? Nei, ég hugsa ekki. Ég fór 15 ára og bara líkar þetta ágætlega. Búinn að vera bara síðan fyrir utan þessi 2 ár eða 2 vetur sem ég var í skólanum. Nú er ekkert langt síðan að við fórum að veiða makríl í svona miklu magni. Hvernig er að eiga við makrílinn? Er þetta eitthvað svipað og loðnan og síldin? Þetta er svona svipað að veiða síldina í tról. Það syndir hratt þessi fiskur. Og það er svolítið að svona stundum bara þó þú sjáir hana þá nærði hana bara ekkert sko. Og hann syndir mikið með. Hann syndir alveg á 4 mílum í trollinu sko. Getur verið liðið langur tími frá þá þú sér hann fara inn í trollið þangað til að hann kemur aftur í belginn sko. Það er svolítið dittóttur kannski? Hann er það, já. Kannski ekki eins dittóttur og síldin en hann er það og það er bara gaman að við hann, já. Ég raula minn vals, ég raula minn vals, ég raula minn skipstjóra vals. Það klikkar yfirleitt ekki þegar ég fer á sjó. Þá er ég búinn að finna eldhúsið áður en að lengi er siglt. Og nú er verið að toga og rétt að kíkja í eldhúsið og athuga hvað verður í matinn. Má ég spyrja, hvað verður í matinn? Slys. Slys? Já. Vonandi þó ekki sjóslys. Nei. Þetta er bara svona hatt og pasta og bacon. Já. Grænmeti saman við. Já. Þannig að maður þarf ekki að óttast að verða svangur. Nei, ég hef ekki trú á því. Mér var einmitt einu sinni sagt að það væri gott ráð til þess að losna við sjóveiki, það væri að borða vel. Meðan maður mögulega gæti. Já, ef maður geta borðað þá eigum við að borða. Það er bara svolítið. Þú búinn að vera lengi til sjós? Heyrðu, ég byrjaði 1983. Og reiknaðu svo að segja. Og ég sé að þú er bæði sérðuð matinn og ferð út á dekk líka. Já. Það er ágætt að viðra svona svæðið. Það er nauðsynlegt. Komast úr hitanum. Breyta til. Já. Eru strákarnir ekkert erfiðir? Nei. Ekkert matvandir? Svona einn og einn sem hefur sína sérvisku bara eitthvað aðeins. Já. Það er bara svolítið. En nú erum við að toga og við erum að vonast þess að komi nú eitthvað í pokann af makríl. Hefur þið prófað að matfriða makríl? Já, ég hef prófað að eldan. Hvernig gekk? Það gekk ágætlega eldan en það gekk verða að láta vel borðan. Það gekk ekki alveg eins vel. Þannig að þetta er ekki á matselunum á hverjum degi og með þið eruð að veiða? Nei, það þýðir ekki neitt. Það er bara svolítið. Hvað settu þér fyrir sig? Er það svona feitur eða? Já, bara, ekki aðalega sérviska. Sérviska? Já, bara, ef þú ert með ákveða matur þessu vondur,
og smakkar á hann, þá verður hann aldrei góð. Það bara svolítið. Ég kokkur á kúter frá Sandi, ég fæ kjaftsögn hvern einasta dag og ekki líður mér betur í landi ef ég lendi við konun í slag. En á kúternum allir sig krossa ef ég kem fram með við brendan grauð og skipstjórans brástjörnur blossa meðan bölvar hann rétt eins og naut. Og ef kjötsúpan virðist með keggjum eða kjötbollar reynist og frá, þeir kenna slíkt helvískum hrekkjum, svo hef skemmtunin vöngum mér á. Jæja, það átti að stiga í þessum skipum. En hérna ég komið niður á íbúðaganginn þar sem að íbúðir skipsferja eru og það er vel búið alla, hver með sinn klefa og það er snirting í hverjum klefa. En ég heyri eitthvað mjög torkennilegt hljóð þetta, ég veit ekki eiginlega hvað er að gerast. Ég þarf eiginlega að ganga á hljóðið og vita hvers ég verð vísari. Já, bíðum nú við. Það er tekið á því. Já, hver er svo að tala um að íslenski sjómenn haldi sér ekki í formi? Ég segi að þú ert að svona trimma þig niður, þannig að hægja á þér aðeins. Já. Gerirðu mikið af þessu? Já, ég reyni að gera 3-4 sinnum í viku. Já. Þú ætti búin að ganga langt hérna síðustu mínútuna. Það er einhverjir 4 kílómetrar sem ég er búin að laupa og labba. En yfirleitt er það nú lengur. Það er svona aðeins vísir af líkamsræktarstöðina. Eru þið duglegir strákarnir að nota þetta? Já, svona misduglegir, en alltaf einhver. Það er náttúrulega miklu betra að vera í formi. Já. Það segir sér sjálft, þá getur maður að borða meira af kokknum líka. Ég segi það. Nú er kvöldmaturinn að vera tilbúið hjá honum. Já, þú þurfum að borða. Ekki að vera glórhungraður eftir svona. Nú er ég hættus. Jæja, nú erum við búin að vera að toga klukkutímum saman. Til að byrja með virtist vera lítið af fiski í sjónum. Vefarnir sögðu að það kæmi ekki mikið inn í trollið. En svo þegar dimmdi þá virtist fiskurinn aukast. Pokinn, hann er skilinn frá trollinu eftir að búa þeir að draga allt trollið inn á rúllurnar. Síðan er pokinn dreginn hérna fram með stjórnbótsliðinni, dælan sett niður og byrjaði að dæla. Jæja, pokinn kominn hérna fram með skipinu, byrjaði að dæla. Hvernig líst þér á það sem kemur úr pokann? Já, það er bara þessi hefðbundi fiskur sem við erum að leita. 150 tonn, kannski 200. Er það ekki bara gott? Jú. Þetta er svona sæmilegur fiskur. Sýnist þetta geta að vera svona 380 grömm meðalvegt eitthvað svona. Bara svona eins fiskur hún verið að fá. Það er mjög fínt. Nú streymir fiskurinn hér borð, dælt borð í þessa skilju, þessi niður í lestarnar. Þar býður þess keldur sjór. Já, við erum með í lestum það byrjum 60% fullar af sjó, sem er svona -1,5 gráða, eitthvað svona. Svo bara leið og við hættum að dæla, þá byrjaði að kæla afla líka. Þannig að aflinn á að vera komin í svona -1 gráðu eftir kannski 2 tíma. Og sem betur fer, þá virðist vera fullt af fiski í pokanum. Við vorum nefnilega að stríða mér á því, eins og ég sagði ykkur, strákarnir áðan, að ef það yrði lítið, jafnvel tómur pokinn, þá væri ég dæmt fiskifæla og mér yrði hreinlega bara hent í sjóinn. En ég slepp. Já, ég hugsa að þetta hól hafi reddað þess sko. Hvað ert þú búinn að vera lengi á sjón? Ég er búinn að vera dálítið lengi. Ég byrjaði á sjó 9 ára. Í batti á Sjálfanda. Og sem þýðir þá hvað í árum? 54 ár. Náttúrulega aldrei sjó ykkur. Jú, oft verið sjó ykkur. En aldrei dottið í hug samt að hætta sjómennskunni? Jú, auðvitað er maður alltaf dottið í hug. Maður valdi þetta sjálfur og maður situr bara upp með það. Ég hef búinn að vera á sjó síðan 88, 89. Það var mjög langt síðan. Og alltaf ég er gaman að þessu? Já, það er það, svona heilt yfir. Það er auðvitað að koma tímar sem er ekkert rosalega spennandi en yfirleitt er þetta gaman. Sérstaklega að fiskast vel, þá er þetta mjög gaman. En svo ef það eru dauðir tímar, þá er það náttúrulega ekki skemmtilegt. Er alltaf svolítið, hvað er maður að segja, rómatík yfir sjómennskunni? Ég veit það ekki. Nei, þetta er bara að vinna og maður er svo heppinn að hafa valið sér vinnu sem maður hefur gaman að þetta. Aldrei verið sjóveikur? Jú, ég var sjóveikur þegar ég byrjaði. Það
það tók svolítinn tíma að komast yfir það, en svo var búin að vera sem betur verið á sjóvaðismadur, sumir sjóvast aldrei, þannig að það var heppinn með það. Það verður ekki dottið í þig þegar verst gekk og ógleðið var sem mest að bara hætta þig þetta? Jú, maður hét sjálfur sér því í fyrstu dagana þegar maður var að byrja, maður skildi aldrei út á sjóvattur. En svo jafnaði maður sig og þá var þetta gaman og maður búin að gleyma því þegar maður kom í land næst. Er þetta svolítið skemmtilegar veiðar að taka makríl? Já, þetta er bara, það er ekkert orðið þessi stemming í kringum þetta eins og var, sko, nú bara stjórnað öllu landi og menn, það er mest hættan orðið áeinlega að fiska mikið, þá eru mestu vandræðin, áður var þetta hinsveginn, þá þurfti að fiska mikið til þess að hlutin gengur, nú virðist þetta að vera komið á hinveginn. Og því skal aðeins glaða söngva syngja, þó sólargangur styrkir stundir haust. Það getur ekkert grandað því sem ástin fékk gróður sett og var í endalaust. Ég kallar Ísland eyjan jökla hvíta, í ykkar hendur framtíð mína stend. En munið börn að stundum endar illa, vart ævintýri það sem byrjar vel. En munið börn að stundum endar illa, vart ævintýri það sem byrjar vel. Já, það er ekki eftir neina að bíða. Það er búið að dæla úr fyrsta halinu borð og þetta er bara mjög góður afli í fyrsta togi og nú er bara að skella trollinu í sjóinn aftur, ekki eftir neina að bíða. Og hér ganga allir að sínu verki. Strákarnir vita nákvæmlega hvað hver og einn á að gera. Þetta gengur allt niður. Og svo er bara að byrja að toga aftur og bíða þangað til að tími verður til að hífa. Jæja, þá erum við komin hérna niður í vélarrúm. Hér er rokkurinn sem sér til þess að skipið sigli. Það væri nú til lítils ef ekki væri vélinn. Og náttúrulega vélstjóri, búinn að negla hann hérna niður við stjórnborðið. Hérna sérðu hvað er að gerast í vélarrúminu og bara nánast í öllu skipinu. Já, það var að segja það. Það sé bara allir vélbúnaðar sem er í skipinu og rafmagn og fleira sem við getum fylgst með. Hvað er þetta mörg hross sem eru hérna fyrir aftan okkur? Það eru 5.900 hestum. Það er ekkert annað. Og eitthvað drekkaðu? Já, talsvert ef þau eru öll notuð. En eins og núna við erum að nota einhver bara 300 litra, en það er meira á toginu og á útstímunu þeirra. Spennan er meira hvort það sé fiskir í eða ekki. Það munar gríðarlega miklu ef að bætt er við. Segjum til dæmis að við værum að sigla svona 12 mílur og það er hægt að koma um í hvað 16, 17. Hvað myndi brennslan aukast mikið við það að bæta því við? Það eru einhverjir 600 lítra sem bætast við að fara upp í 16 mílu, þá fer hann í 1000 lítra klukkutíma. En eins og núna bara 300 á 10 mílum. Þannig að það er betra að fara sig bara aðeins hægar. Já, það er ódýrara. Það er ódýrara. Jæja, þá er farið að birta að mótni, klukkan að verða 5 og nemarnir komið í ljós á þá alla sem að bendir til þess að það gæti verið kannski 200 tonn komin í trollið og þá bara að draga inn og sjáum að trollið er komið hérna á tromluna. Sjáum að þetta er allavega makríll sem hefur verið að læðast að inn. Hann situr fastur í veggjónum á trollunni en megnið er aftur í pokanum. Og þarna eru skilin frá trollinu yfir í pokan og þessu renna þeir í sundur. Þeir kunna þetta strákarnir. Og svo verður pokinn dreginn hérna fram með stjórnborðshliðinni aftur og byrjað að dæla. Verður spennandi að sjá hvað er mikið í núna. Sjómenn íslenskir erum við og björgað landi berum við og það sem gera skal gerum við og klárir erum í allt.
dansa þá og sumir okkar fá sjansa þá sem kveikja í okkur enn og þegar búið að syngja dans og drekka nóg við bjóðum dömunum að ganga eitthvað út með sjó og gróðum okkur öll þá og nóttin blíð og björt þá gaman sýnislegt björt þá sem engan varðar neitt sem engan varðar neitt sem engan varðar neitt Já, hérna er þessi fiskur sem við erum að eltast eftir í þessum túr. Þetta er fallegasta grey. Makríll, bara nokkuð væn. Hvað segir strákar, hvernig er þetta hol? Þetta er bara ágætt hol. 180 tonn. 180? Já, þetta er Þýðir það þá að við séum búin að ná því sem við ætlum að ná í þessari ferð? Já, ætli það ekki. Það er ekki komið. Og er þetta bara af makríll að vera þokkalegur fiskur? Já, þetta er bara fínn fiskur. Það makríll að vera. Gefur gott verð? Já, alveg þokkalegt. Hvað sér þú sjálfur? Ert þú búin að vera lengi á sjálf? Já, ég er búinn að vera í 15 ár á Hoffellinu. Og alltaf jafn gaman? Já, alltaf jafn gaman. Alltaf tilbreyting. Er komin skipun á kallinum í brúnni að hætta? Já, nú erum við bara leiðin heim. Bara að skóla drollið og koma sér í land bara. Þetta hefur gengið vel? Já, þetta er hljómandi vel. Það er ekkert hægt að kvarta við þessu. Ert þú búinn að vera sjálfur lengi til sjós? Ég held að það sé svona samanlagt 8 ár. Og er alltaf jafn gaman að þessu? Held ég hafi eiginlega meira gaman að þessu núna. Hvað hjá þeir? Ert þú búinn að vera svona álíka lengi? Já, það verði ég fyrir 9 ár. Þetta er bara gaman. Ég tek eftir því þegar eru það að gera eitthvað klár og eru það að vinna borð. Það er hver með sitt hlutverk. Já, það er svona að vera að koma með regla á þetta núna. Hver sér bara sinn hlut og gengur bara mjög vel. Nú er komin reynsla á skipið, þeir eru búin að fara nokkra túra. Hvernig reynist standurinn? Bara mjög vel held ég, mjög vel. Þetta er náttúrulega rosaleg breyting fyrir og svakaleg breyting. Þeir eru náttúrulega svona enda á að læra svolítið á þetta sko. Þetta er náttúrulega öðru sér hreyfingar og þetta er svona hver öðru sér með mann en rosalega fínt. Leggur undir það, fer nýja skipið vel með ykkur? Já, mjög vel. Gengur bara öll vinna vel borð. Önnur aðstaða. Mikið framför. Jæja, þá er þessu ævintýri að ljúka. Við erum að koma hérna inn í fjarðarmynnið, inn í Fáskrúðsfjörð og þokan byrgir okkur sýn. Það glittir þó hérna í Andey. Við sáum ekki skrúðinn og sitt hvorum megin við eru Hafnarnes beggja vegna. Þá er ekki eftir nema einar 8 mílur inn á Fáskrúðsfjörð. Við sigldum frá Fáskrúðsfirði í gær, nánast beint í austur. Það byrja 53 mílur þar sem við tókum þennan afla, það byrja 300 tonn. Það er mátulegt fyrir vinnsluna, aflinn má nefnilega ekki verða of gamall þegar hann kemur að landi. Allir við séum ekki búin að eyða svona 10.000, 11.000 lítrum af olíu. Það kostar svona svipað, svona ríflega 1.100.000. Allir verðmæti þessa afla sem við erum með sé ekki svona, 14-15 milljónir. Það er bara löndun á morgun og útsettipartun á morgun. Og bara, sagan endur tekur sig vonandi. Engin miskunn? Engin miskunn, klára þetta. Klára kvótann. Það er mikið eftir? Já, 1200-1400 tonn. Þannig að við erum bara sáttir með túrinn. Tók ekki nema rétt tæpan sólarhring. Við fórum frá Fáskrúðsfirði 1:00 í gær og þá var laugardagur, nú er sunnudagur, klukkan rétt að verða 12 og við leggjumst á bryggju hádegisbil. Jú, þeir eru bara búin að vera mjög góðir. Að vísu er þetta 3. túrinn í röð sem að skipið fer og er komið aftur á innan við sólarhring. Þannig að veiðar hafa gengið vel á undanförnu.
Þið takið lítið í einu til þess að hafa sem best hráefni og þannig að þið geti skila sem verðmætastir vöru frá ykkur. Já, þetta snýst allt um það að ná þessu í sem allra mestu gæðum og þá það ferskleikinn sem að gildir. Hverjir kaupa makríl? Þetta fer bara víðan völl. Það Austur-Evrópa og Asía og víðar bara. En Íslendingar vilja helst ekki borða? Nei, við erum ekki með matarhefð fyrir makríl, en hann einhvað síður herramannsmatur og það náttúrulega svolítið eftir kokkinum hverju sinni. Og við vorum að koma hér inn með þennan slatta 300 tonn og Ljósafellið að fara út. Já, það voru endurúthlutanir á makríl hjá þeim sem ekki höfðu náð og það gerir það verkum að við þurfum að taka einn smá túr á Ljósafellinu. Væntanlega 40 tonn eða svolítið. Væri kannski hagkvæmara að sækja þau tonn á þessu skipi? Örugglega miklu hagkvæmara. Þetta sérhæft uppsjávarskip og það kann að vera að svona hlutirnir eigi eftir að breytast þegar komin lengri reynsla á makrílveiðar Íslendinga. En þið megið ekki færa á milli samkvæmt kvótareglunum? Nei, þetta sitt hvor útgerðarflokkurinn, ísfisk, togarar. Já, það heitir skip án vinnslu meðan að þetta fellur undir uppsjávarskip. Við náðum að vísu ekki sunnudagsmessunni, allir það fyrirgefist ekki. En þetta búinn að vera skemmtilegu túr og já, nú sláum við botninn í Glettuþáttinn í dag en við sjáumst hérna aftur að viku liðinni. Þess á meðan.